I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's Daddy! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Go, go, go! Calm down. I am calm. Real taste, zero sugar. It's possible. Þetta Kanel. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hiti á kananum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólki. Áfram Ísland. Fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta. Þeir urðu hellaðir 2010, en vakna upp árið 1986. It must be some kind of hot tub time machine. Óvæntasti smellur ársins. Party started! Mom? What color is Michael Jackson? Hot tub time machine. Sýnt í sambíóunum. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Komið sælir að orðu góður og eru velkomin með okkur hér á Sport TV Seltjarnarnesi. Þessi sem fara að hefjast stórleikur Gróttu og Stjörnunnar, botnbaráttu slagur af stærstu gerð. Hér er gríðarlega mikill hávaði eins og ég vonaði heyrið og vel mætt, mikil stemming og vona á hörkuleik. Guðmundur Marin og heiti ég, Magnús Agnar Magnússon ætlar að vera með mér. Hann er aldrei stundvís og er þar alveg ekki mættur, en hann mun gleðja okkur öll hér rétt á eftir með einstakri visku sinni.
Leikir liðana í vetur hafa verið frábærir. Ef undanskilin kannski bikarleikur liðana þegar Grótta vann mjög samfærandi 26-32 15. nóvember. En í deildinni hefur munað einu marki í báðum leikjum liðana. Fyrst vann Grótta hér á Nesinu 25-24. Stjarnan vann svo heimaleik sinn í mars, 4. mars, 26-25. En Grótta í 7. sæti með 12 stig. 7. sætinu sem skiptir þessi lið á botninum öllu máli. Stjarnan í 7. sæti með 11 stig, líkt og Fram sem í 8. sæti. Liðið í 8. sæti fellur beint niður í 1. deild, liðið í 7. sæti fer í umspil. Við liðum í 2. til 4. sæti í 1. deildinni. Við munum mæta þar Víkingum í 1. umferð. Það lið sem verður í 7. sæti. En það alls óvíst hvaða lið það verður. Grótta getur komið sér í vænlega stöðu með sigri. Það þarf að segja vænlega stöðu á Stjörnuna. Getur náð 3 stiga fórustu þegar 2 umferðir eftir. Svo er náttúrulega spurning hvernig verður með FH og Fram. Sá leikur hefst líka hérna kl. 19:30. Vinni Fram þann leik, þá fylgja þeir sigurum hér eftir eins og skugginn, eins og liðin hafa verið að gera undanförnu. Bæði þessi liðin með 2 leiki í röð og hinn mjög svo skemmtilega stundu sem Magnús Agnar mættur í hús. Blæsaði Magnús. Góðan daginn. Góðan kvöldi. Herðu, ég var að tala það hérna áðan að heimaliðin hafa unnið leiki liðana í vetur með 1 marki í deildinni. Já. Og við búumst bara við samskonar spennu hér. Allt undir. Já, ekki bara. Ég meina þetta verður hörkuleikur. Það er greinlega áhorfendur finnst Barcelona líka áhugaður. Já, nú vel setja hérna fyrir neðan okkur. Einhverju fram í sjóppun og horfa á fótbolta. Já, þetta verður hörkuleikur og ég held að bæði lið hafa vaknað mikið til lífsins á síðustu leikjum og spila bara fínu handbolta. Já, heldur betur þetta leikurinn hafinn. Kristjánsson í vinstra horninu hjá Stjörnunni, Vilhjálmur Halldórsson í vinstra skiptunni, í miðjunni Þorleifur Nílsen, Guðmundur Guðmundsson í hægri skiptunni, Daniel Einarsson hægra horninu og Sverrir á línunni. Hann fær boltan hérna. Nei, Kristján var þetta brotuð honum. Góð varnarleikur. Bæði lið spila skipti í pönt. Það er alveg að færu. Guðmundur Þorleifur, þetta er framhjá. Já. Fyrsta sóknum leiknum með Borgaröðum, ákoma Gróttumenn. Jókas Björnsson hérna í horninu, Anton Rúnarsson, Skjaldir Pálmarsson hérna. Anton Rúnar Steinforsson hérna, hægri á horninu þessu raðflöfi. Já, verður það áfram. Þarna fyrir Pétursson kom hann inn á og Mattias Árni Ingimarsson er á línunni. Já, og Atli í hægri horninu, það sem Finnur Ingi meiddur. Já, hérna verður Rólandi Ratsi frá Antoni Rúnarssoni. Rónast að verja sitt fyrsta skot á sjálfsögðu, fyrsta sóknum. Vilhjálmur, hann skorar. Vel gert hjá Stjörnunni í annari bylgjunni. Fyrsta markið þeirra. Þetta er hörkumark. Já, íslenska kvennalandsliðið var að leika í London. Sigraði þar Breta með 11 marka mun. Og staðan á Hlíðarenda er 17-12 Valur Akureyri. Barður annarsætið. Okay. Greinilega ekkert spennandi. Ég er handbolti í Bretlandi. Já, það eru ólympíuleikar til 2 ára og þeir eru að búa til handbolta. Já, sjálfsög. Sem að Bandaríkjum að gera þau. Já. Þannig Jón Karl, hann skorar jafnametinn 1-1. Hingdi sig að skjóta í klóið. Já, hann leiðist það ekki. Þorleifur Guðmundur. Já, þeir reyna að keyra í baki á þeim, Stjörnumenn. Það er ekki hérna, svona hans Egil Spraga hérna á línunni, í Stjörnunni. Jó. Bráðöfnulegur strákur er í öðrum flokki en þá hefur verið mjög vaxandi. Svo er hann skorað Grímstad til hann hérna Pandri. Já, Konradsson. Já, skoraði í síðasta leik, hann sprakk út af þínu. Já. Hefur aðalega verið þekktur fyrir varnarleik. Já, brotið illa á Vilhjálmi, hann lendir harkalega á bakinu. Hann var þekktur fyrir meðast.
Já. Spurning hvort hann langi ekki stundum bara í veiði, en veiðitímabilið ekki hafið, hann er ennþá heill. En svona með það leikleik, hvort fyrir landsleikir á bekknum á Stjörnunni eða á bekknum á Gróttunni? Það fyrir eftir, telur þjálfarana með, já? Já. Það er erfitt að segja. Óhemmi mikil reynsla. Utanvallar, já. Vel gert, en Kristjánsson stígur línuna. Vel spila. Koma Gróttumenn hraðlöpuna Anton. Hjalti, Mattias Dauðafrýr og Róland Ratse mættur. Það verður að treysa vel. Það finnur alveg, það er spenna í mannskapnum, báðanliðum, mikið undir. Róland Ratse var frábær í síðasta leikju Stjörnunnar, unnu HK, sérstaklega var frábær í seinni hálfleik. Og það er einhvern veginn svona bikarstemning í honum núna, þegar allt er undir, þá var hann alltaf góður. Jájó, vesið þriðaskott. Vel varið. Það er Vilhjálmur, Guðmundur, Losa. Þórólfur. Þetta sækir hérna aukakast. Hann veit á vítið. Já, það var bara vítið að Rúnugur. Það var ekki eins og Jónkart að ætt út í hann. Nei. Það er Guðmundur, Þórólfur og Vilhjálmur. 4 myndir liðna, staðan 1-1. Já, velgerð þarna Guðmundur. Magnús Sigmundsson. Eftir stórleik í síðasta leik á móti FH. Þegar Grótta byrjaði eitthvað 8-0 ef hann rétt. Já, hann gerði illan grikk af fangunum. Já, setti svo á bekkinn þegar félagar hans fögnuðu þetta leikinn. Lettist ekki mikið á að fagna þetta 2 stigum. Jú, hérna verið hann. Frábær markaslag á kallinum. Þeir verja vel góðlumennir. Það er unnið bara. Já. Nei, þeir eru ekkert að flöta running hérna í byrjun. Nei. Þetta verður vægast að rólega stað. Það var markaskórun bara. Markaskórun að verða, já. Já, veikir Gróttuna. Vissulega hafði ekki örfendamann í hægra horni. Já, en þeir hafa gert það vel með að setja alltaf og svo leysir hann vel inn og Já, Hjalti leitar hérna samskiptunum, það er yfir langsending fram, Kristján. Já, Magnús með þetta allt á reynu. Það er gríðarlega mikið fyrir Gróttuna að Hjalti Pálma finnis í dag. Já. Og Alli, þetta er mark. Já, ekki spurning. Fyrirlið. Það er hún að Steinarsson kemur Grótti yfir 2-1 til 5,5 mínútu. Það er svo mikið spennað í deildina að við munum að sjálfsögurinn að fylgjast með stöðunni í öðrum leikjum og við einhverja tölu berast þetta til tæknimannsins. Vilhjálmur, hann lendir í vandræðum þarna. Þetta er fín vögg til Gróttinu. Taka vel á hann, þegar við komum inn í punktalínu. Já. Patti ósáttur. Það var einhver leið í gólfinu eftir hann. Já, á æfingum og í leikjum, hvenær sem er heldur hérna. Já, á samanskap eftir Geir, þannig að það jafnast út. Já. Þannig að þetta var gutt spjöld. Það er sér klart mál. En jú, Sverrir harkar þetta bara af sér. Það náttúrulega lendir hérna í Ægi og Mattiasi og Hjalta. Þetta eru einhver aukvisar hérna í vörnunni og svo getur hann Anton bara frá sér líka. Já, vissulega. Hæja. Ganga vel út í Vilhjálm. Þetta var flott mark. Guðmundur ræðst á litla mannin í vörnunni, Anton og jafnametinn 2-2. Gott skott hjá hann. Jón Karl, hann klikkar ekki frekar í fyrir daginn. 3-2, Gróttunni vel, þetta var hratt. Gerðu bara strax í stimplunni á hornið og það hefur tilbúið fyrir að Gróttan hafa hans innan fyrir markonum. Það er ekki út fyrir rétt. Já.
Það kannski minna fyrir að skapa sér færin. Já, það er. Þetta er vandræð með Róland. Já, hann hefur verið svona. Nei. Glórulega skot hjá Kristjáni. Kemur Grótta. Ekki líklegt fyrir árangus, ekki þetta. Daniel mætir. Þetta er Rauningur Tausi. Lína og Jónkart. Rauningur Lína. Enda á það tapaboltanum. 7 mínútur Linnar. Ekkert. Það er góðar. Hann dögur kannski hérna 3-2. 7 mínútur og 15 sekundur Linnar í leiknum. Það er áberandi þeir stíga langt út í Vilhjálm. Það er 2 mínútur hérna á hvern. Á Sverri, þá missa þær boltan. Það hefur verið eitthvað tuð, eða hvað? Þetta er aðeins að jafnast á hliðarenda, það er staðan orðið 19-16. Það eru 14 mínútur til leikloka. Það leikur skiptir svona mengum mál í bóttbaratunni. Ánda Haukar 2-3 til 6 mínútur. Nú býðum við tölum úr Safamýrinni og á Jón Karl. Já, Róland. Nú var hann. Nú loka hann klófinu. Það er Rólandur heitur. Og með 4 bolta á fyrstu 8 mínútunum. Það er ásættanleg. Þetta er mikilvægt í leiknum í þessum hörkuleik fyrir liðin að nýta liðsmunnin. Þetta sé, það lið sem nýtir liðsmunni betur, þeir standið sigur þetta. Já, F-áðingar byrja krafti gegn Fram, staðan 1-4 eftir 5 mínútur. Leikur sem skiptir þessi tvö lið mjög miklu máli. Já, mjög miklu máli. Anton skorar þarna. Róland í boltanum en Anton kemur sér markið 4-2. Þetta er fast hjá hann. Hann er fastur drókurinn. Já, búinn að taka óhefði miklu framförum. Já, hann búinn að spila mjög vel. Og að vera góður allt tímabilið. Og oft í tíðum borið lið Gróttu upp í sóknarlega. Já. Það er mér samt kannski áberandi við Anton. Hann hefur lagt hart að sér í sumar og æfingar og sóknarlega staðið sér vel, en hann er að leggja sér fram við varnarleiki líka. Undir þetta leiki við mér. Guðmundur Magnús verður þetta. Komum með 4 bolta eins og Róland. Árið fjölmennir hérna í hraðlöpunu. Spilaði boltanum drengur. Anton. Það má ekki hrósa hann einum þetta. Nei, hann gera þær eitthvað spilastök. Lekk á aukakastið og þeir eru ennþá einu fleiri. Í hálfa mínúti við bók. Og línumenn núna Hjalti Pálmarsson. Þetta er gott mark hjá honum. Já, hann verður að stiga út í hann. Það á tæri. Þannig að Grótta skyndilega góð með 3 marka fórstu hér. 5-2. Og spurningin er einfallega ná þeir að brjóta Stjörnumenn niður eða koma Stjörnumenn aftur inn í þetta. Þetta er mikið, þetta er 2-0 yfir. Einu fleiri. Já, kemur maðurinn inn á Þórólfur sem sækir aukakastið og getaði stilt upp með fullskipa lið. Standa sig vel Ægir og Mattias. Já, maður mikið meðalhæðin hann í fyrir vörninni í dag. Vilhjálmur, þetta tekur Ægir. Frábælega var í hjá honum. Brotið hérna á Þórólfi, Hjalti 2 mínútur, Þóri hendur þetta á honum. Það veikindi það sko. Já, óöfni en svona eru reglumar. Jájá, búið að fjölga enn meira hérna fyrir neðan okkur, ekki? Jájá, þannig að Barcelona er að vinna. Já, það er öllum saman það. Tímæting. Og núna er Grótta einu færi. Hvað gerir Stjarnan þá? Magnús Ver. Fyrsta skoti sem hann ver. Alveg frábær hérna í byrjun. Hvað var það marga bolta? Yfir 20 bolta fyrsta leik? Já. Hann var
Hann er að láni frá Haukum. Láni frá FH. FH, já. Kemur Halldór Ingólfsson, fyrirverandi þjálfari Gróttuðinn á. Já. Ekki amalegt að eiga hann. Nei. Hann ástæðanvert að hann skildi að klára tímabils leikmaður með Gróttuðinni. Mjög mikilvægt fyrir það. Flott. Glæsilegt mark hérna hjá Arnari Freyr Theodórssoni. Kemur Gróttu í 6-2. Skora hérna 1-0, einum færri. Gott mark hjá umbóðsmannunum. Umbóðsmannunum, já. Samstagsmaðurinn kannski? Nei, þetta ekki. Nei. Þetta er flott, mjög gott mark hjá honum og þeir skora 1-0, einu færri. Já, nú er Tandri Konradsson hérna kominn inn á. Þórólfur Nilsson. Þetta var fríkast það. Já. Það ekki? Þetta var náttúrulega hægra megin við DHL skildið þannig að það bara hlýtur að vera. Ég hef ekki skotað. Hann skýtur ekki þangað. Nei. Þú gerir það ekki æfingu hérna í síðustu sömu. Aldrei. Jó, Sam gerði einu sinni. Já, Framar er búinn að jafna í samanbyrjunni 6-6. Þeir eru að fara á leikinn netinu. Já, það er ljóst. Já, Framar gefast aldrei upp. Nei, það gerir Dórunna. Já. Þetta er gott spjátt. Já. Staðan 19-17 þegar 13 mínútur eftir Hlíðarenda valið vel og 4-7 Haukum vel í Digranesinu. Í Feitanesi. Þannig að Haukar ætla að tryggja sér deildarmeistaratitilinn þegar Róland ver hérna sitt 5. skot. Já, vel spilað. Daniel á bara að henda sér með teginn þá vítakastið. Nei, þetta er ungur hornamaður og... Já. Þetta var flott sending hjá hann. Já. Hvað er hann gamall til strákur? Tandri, þetta er strákur í öðrum flokki. Ég er ekki með á hreinu hvort hann sé á elsta ári eða miðári. Þið bráða þetta lið. Það eru með alveg haug á ungum erðunum strákum stjörnumenn. Skemmtilegt að sjá líka hvernig þeir eru að byggja þetta Já. Að heimamönnum. Það er langt síðan það gerist. Já, Þórólfur tapar boltanum. Já. Góð barndagi Mattíasi. Anton hérna fer allarleið sjálfur. Róland spilar ekki boltan. Brjálast Gróttumæðurinn hliðina mér. Og Tandri, Guðmundur, Anton mættur aftur og stoppar þetta. Já, hann náttúrulega að gefa Jóngar, það er hárið rétt hjá það. Það veit það sjálfur. Jóngar búinn að hafa fyrir að hlaupa þetta tvisvar upp á þess að fá boltan frá honum. Ekki sáttu við þetta. Ég er brjálað. Jæja. Það er Þórólfur og Guðmundur. Já, Þórólfur skorar. Getur rétt vinstra megin við Magnús. Já, hann átti ekki vonað það í markinu. Skorar 3. markið. Fyrsta markið síðan í stöðunni 2-2. 6-3 núna. Þá hlýtur þetta að vera fyrsta markið á einhverjum 10 mínútum. Ægir kominn inn á línu í staðan fyrir Mattías. Ekki margar mínútur í vetur sem hann er. Sókninni. Nei. Allir leysir inn. Klipping. Hjalti. Já, góð vörð. Hann er nagli í vörðinu eins og pabbi sinn, Sverrir. Já, hann er flottur varnarmaður. Baráttu glaður og duglegur. Komið aftur saman kerfið, klippingin. Anton. Og Hjalti með skotið, nei, rennir lífisendinguna, gekk aldrei. Hann var aldrei frí. Nei, heyrðu. Já, Ægir. Atli. Gerði sinn stóran og... Atli. Já, vel varið. Vel varið þarna. Róland bæti fyrir þetta með að vera frá Ægi. Þeim að það þvælast fyrir boltanum að hann fótt til Atla. Kannski... Ekki að auðvitað kasti yfir Ægi, hann stendur á línunni. Hann er ekki það oft í sókninni. Varna hjarta stór hratt. Já. Tandri, stönginin, glæsilega gert. Já, 2 mörk í röð. Það þarf heppi í þessu líka. Já, 6-4, þannig að þetta er komið niður í 2 mörk aftur. Það er engin munur. Arnar, Hjalti. Já, það er komið smá. Já,
Það komið lífi varnarleikinn í þjóðunni. Já. Með innkomu hans Tandra. Já, hann öflugur varnarmaður strákurinn. Já. Spyrir sem Kristur á því miðunni. Jón Gardinn á horninu. Nei, styrði hann ekki aftur, ekki tvisvarsamanleikinn. Bara með Róland. Já, koma þeir. 2 Gróttumenn eftir. Þannig að Guðmundur fer í gegn og skorar. Guðmundur Guðmundsson, 3. mark Stjörnunnar í röð. 6-5. Tölum við það hérna rétt á þannig að Framari gefast aldrei upp, Stjarnan gefst heldur aldrei upp. Nei. Það bara þannig. Ekkert markið 10 mínútur og svo 3 mörk og 2 mörk. Það verður gert. Já, það verður ekki svona til leiksloka þetta ég. Já, það verður allan tíma, já, það engin spurning. Það veit engin falla. Anton, Hjalti, Jón Karl. Já, Mattias vel varist þarna Tandra og Kristján Svan getur jafnað metin. Gerir það, 6-6. Frábær leikkafli hérna hjá Stjörnunni. Ekki 4 röð? Já. 4 og 3 minútur kafla. Já, þetta er spennandi skemmtilega og liðuranda 21-20. Tekið leikli hér. Geir Sveinsson gerir það. Engan við sáttu við þessar mínútur. 14 mínútur linnar. Stigranesinnur staðan 4-8. Haugum við vil. Og FH 2 mörkum yfir. Eftir hvað er þetta? 15 mínútur leika, svo 8-10. Það hlýtur nú að vera eitthvað meira en 15 mínútur sem 8 mínútur gildaði. Já, líklega. Það maður veit aldrei, ekki. Það er ekkert, veit ég. Framar og gott sóknarlið, sterkt varnarlið, þannig að það er aldrei að vita. Já, staðan hérna 6-6. Góður leikafli á Stjörnunni, 4 mörk röð jafna þetta. Hvernig líst þér á þetta, Aki? Já, þetta er bara baráttu leikur og ég finn bæði lið eru komin í þessu taka 2 púnta og hérna Gróttan var aðeins sterkari upp á þess mér en núna hefur Stjarnan það má ekki gefa eftir og þetta er einnig kannski má segja svo að Róland varði vel í upphafi svo varði Magnús og svo fór Róland aftur í gang. Já. Og það er svona jafna leikin út. Það verður því koma markmaðurinn í stuði. Það snýst mikið um það. Já, bæði liðin að skapa sér fín færi og hérna þannig að spila vel. Grótta er náttúrulega þeirri stöðu á núna 2 heimaleiki í röð, Andrækir Stjörnunni og svo Fram. Sigrar í þessum 2 leikjum og þeir eru 7. setið þeirra. Já, þetta er í þeirra höndum. Þeir hljóta tekna þetta líka þannig upp. Já, klálega, spurning. Og þeir geta klára þetta bara núna. Já, það er svo sem sama staða hjá Stjörnunni, þeir geta unni hérna og svo Fram í síðustum fyrirni. Þeir þurfa reyndar að fara ásöldi næsta sem að deildarbikarinn mun fara á loft, reiknum við með. Það er líka bara... Já, Anton Etnin með hana þarna. 7-6. Það er ekkert svona þægilegt að fara á ásvelli og kannski halda tempóinu og hérna fá kannski raskett eða eitthvað. Nei, það getur verið... En ekki það, ég sé það ekkert gerast út af Stjörnunni í dag sko, en þetta er bara ekkert sama lið og fyrir áramót sko. Nei, hárið. Þeir hafa lært mikið. Já, Tandri, vel gert hjá Tandra. Hann er komið með 2 mörk hérna. Hann svarar kallinu frá þjálfara sínum. Já, og líka að spila bara fanta vel í vörnum. Ekki minna mikilvægt. Nei, jafnvel meira. 7-7. 12,5 mínúta til hálfleiks. Þessum stórskemmtilega leikir á Nesinu. Anton út í horni og Jón Karl að missa boltan út af. Það var ekki vel gert hjá þeim bláklæddu. Það var að Tandri, línusending á Sverri, hann er í krömmunum og ægi og kemst ekki langt. Nei. Alveg fín sending. Hatt hann efnið í vörðinni. Hann að spila vel, strákurinn hérna, hann Guðmundur hægra með finnst mér, hann leysir þetta verkefni vel. Opnar vel og heldur Anton á tánum og skorið eitt gott mark. Erfið staða að vera hérna réttendur hægra meginn, vannar að spila á miðunni. Hann leysir það vel finnst mér. Þeir eru með á bekknum líka Stjörnumenn Eyþór Magnússon og Jón Árni Jónsson. Eyþór kannski meira vinstra meginn en Jón Árni getur leyst þessa stöðu líka á hægra meginn. Eyþór er mikið efni og hérna, ekki langt að sækja þessum pappa sinn og Magnús Sigurðsson. Já. Stóðskipta. Reyndar örfendur. Já, hann var örfendur. Já.
hann er gríðarlega sterkur strákurinn. Já. Þannig að skiptir ekki vandamál í Og hefur unnið leiki fyrir það með þessi á tímabilinu. Já. Þannig Þór. Já, þetta var lögleg blokkurinn. Þetta er lögleg. Tímur Þórólfur. Og Tandri. Það er góð vörn. Það er sem tekur það. Hún kom með líf í Gróttu-vörnina. Já, aftur, sopnuð aðeins. Já. Höndin komin upp hérna, Þórólfur Nílsen. Magnús, allan tíma með þetta skot. Já, hann var það. Hjalti. Hann skorar. Hjalti skorar sitt annar mark. 8-7, Gróttunni vil. Hann kann nákvæmt aðeins að harra með. Já. Í Hjalti. Og hérna kemur Jón Árni Jónsson inn á. Hann fer í hægri skiptun eða hvað, nei, verður hann á miðju, Guðmundur áfram hægra megin. Enn einn unglingurinn. Hann hefur átt góða leiki og svo horfið svolítið aðeins inn á milli. Æjæjæjæjæ. 2 mínútur Hjalti heldur hún að segja þér. Hann var í toppaðastöðan Anton Gylfi Pálsson til þess að sjá það. En önnu brottisinn á Hjalta Þór Pálmason, það eru vond tíðindi fyrir Gróttuna. Já. Þetta er eins og dýrkjöpt. Það er spurning sko að meira flot á skiptingum í stjörnunni sko. Þannig að það hafi áhrif við lokakafla leiksins. Það getur gert það. Já, vel spilað. Það er ólega blokkering. Þetta er mjög dýrt. Það er rosalega dýrt. Já, líka búnir að búa til færið. Já, einu fleiri. Ef Gróttan er klókir þá spila þær í mínútu 1,5 og endalaus. Halldór Ingvarsson er komin inn á. Og hann getur fengið flíkustinn. Já, hann getur fiskað með út af og skorað ekki vítaðlaust. 8-11 staðan í Samýrinni FAU vil. Anton. Já, vel gert. Glæsilega gert í Antoni. Skorað sér 3. mark. 9-7. Er í engum vandræðum. Einum færri. Þetta er rauninni, þú veist, jafna leikinn. HK búið að minka mununni í 7-8 og það eru 2 mínútur eftir eru Vali og 2 mörgum öðrum á dagur eru 22-20. Já, það er ekki gengið alveg nóg vel hjá Valundarfarið. Það er mjög góð vörn í Gróttu, mjög góð fæsla vörninni, góð samvinna. Stjarnan er ekkert að ná að opna þetta. Jón Arnar Raup skýtur á stærstu mennin á frábært mark hjá honum. Þegar sem svo er upp úr engu einstaklingsframtakið. Magnús átti, ég vildi menna að hann ekki tekið sér topp. Já, Valur vann 24-22 og eru komnir þar að leiðandi upp í annarsæti deildarinnar, komast upp fyrir Akureyri. Og Jón Karl, gott mark hjá Jóni Karli Björnssoni, 10-8. Þetta er glórulaust, þeir eru einu færri og Jón Karl er dauða fyrir á línunni. Já. Það er ekki mikið vitið í. En þessi sigur er ekkert síður mikilvæg fyrir Gróttuna að Valur vann núna upp á að Valur með Grótta mun mæta Val í síðasta leiknum. Frábært að verða Magnús Sigmundsson. Já, það er rétt á 5. daginn 8. apríl. Já. Sem að almenningar mun fjölmenni í Íþróttahúsin áður að þeir heim og horfa á Tiger spila á Master. 10-8. Já, og Grótta með boltan, 8 mínútur til hálfleiks. Ég tók glumsgangur inn það að halda að fara á unga strákin. Já, það var ekki ólíklegt. Það fær tækifæri til. Jú, Jón Karl með þess að með honum. Það er þau. Já, Jón Arnar ýtir honum, fær gullspjald. Já. Þetta kom mér upp í opnarsköldu. Það leysir allt inn vantarlega. Jú, kemur núna. Anton. Skoti stöngina og vonlausu færi á Jón Karl. Það er frákastið. Skorar hérna sitt 4. mark. 11-8. Aftur góður sprettur á Gróttunni. Þá tekur Patrekur Jóhannesson leikli. Skiljanlega. Þeir hafa nýtt að afar illa að vera einu fleiri. Afar illa og það er munurinn á liðunum. Annar liðið hefur nýtt að vel og hitt illa. En svo alltaf hefur Magnús verið að verja mjög vel. Já, 7 skot. Já, eiginlega allt í döðafæri. Já. Það munar að minna. Var eitthvað 2-3 skot sem hann átti að verja og svo döðafæri. Svo er það líka svona, þetta er mjög jafn leik á þessi 3 marka fórstu.
rosa grótt í dag, akkurat núna, en það var þessi munur, bara það að fá skot í stöng og rekku til Jónkars í horninu og hann skoraði döðafæri. Já, akkurat. Það munar. Í stað þess að það að flöpa eitt mark í bakið. Já. Það er hárið. Já, Stjörnumenn búinir að ráða ráðum sínum. Kannski líka eftir að minnast á dómarna, þeir hafa dæmt bara mjög vel. Engin... Aldrei svo vant af Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson dæmtu vel. Já. Ekki oft sem þetta sé til þeirra. Nei, þetta er fríðilegsta dómarapar. Ég hef ekki sett á Anton að heldur með Evertón. Já, það verða allir hver sem djöfal að draga. Hann og Leifur Sigfunum. Jæja. Nú Björn Friðriksson kom á línuna. Já. Stefán Sverri. Og Vilhjálmur eftir komin í skiptuna. Jón Arnar út í hægra með núna. Guðmundur Faggvíð, Vilhjálmur, Magnús Ver. Hann er mættur í horninu. Já. Ég lesi þetta mjög vel, þetta gamal reyndur. Jón Karl skora sitt 15 mark eða eitthvað. Vel varinn. Frábæð markværslega Róland. Kom með 9 skot. Tímur Þórólfur. Andri Þórólfur. 4-2. Andri. Vel varinn. Og Enver Magnús. En frábærstið er gestan úr Garðabænum. Sko. Já. En mér veist þeir ekki nýta sér yfirtöluna nógu vel þarna. Opna bara fyrir Daniel. Já, tekur svona 50-50 skot sem, þú veist, Magnús er með þetta alltaf tíma. Já. Það klálega að það fá betra færi en þetta tóna. Það var Björn dauða frýr. Sendingin kemur úr seint og hann er haldaboltanum. Haldaboltanum, sem er mikilvægt. Nei. Kasta boltanum út af. Já, þetta var farið. Það er öllu heldur Vilhjálmur var komin út af vellinu þegar hann sló boltan. Aðeins dotti rytmin úr leik þar. Já, Jón Karl. Það kemur 15 markið. Yfir hausinn. Jón Karl Björnsson. Nýta færi sín. Þróun okkur vel. 12-8. Og alveg þessi verið að minnast á þá Halldórs í þessum hokki. Hann fylltar upp á skónum átna og gaf Jón Karl. Vel gert hjá hann. Bjóð til þetta færi. Úr engu. Texas Scramble parið Jón Karl og Halldór Ingólfsson. Afbragðs. Samvinna þarna. Og sérlega svo núna fyrir gróppuna að hafa Halldór, þá Hjalti kom með tvær professionir. Hann situr aðeins og kemur Halldórin með hann og leysir hann af. Já. Og Arnar kom í vörðina. Vilhjálmur, Magnús með þetta allt saman. Þetta er auðveldlega varið hjá honum líka. Anton, nú spilaði vel. Atli, hann skorar á nærstöngina. Atli Rúnar Steinþórsson. 13-8. Þetta er þessi fórsta kemur fyrir brengu. 5 mínútur til hálfleiks, það er 5 marka munur. Já, það eru viðsnúningar í þessum leik. Já, mjög miklu. Fram og tilbaka. Og líka, Björn og Arnar Freyr hérna aðeins að eigast við. En svo er líka mikið þegar vörðin er svo tánum eins og gróttuna akkur núna og Magnús er að verja, að það er að hirða frákastin sem Mattis er búin að gera fyrst eða þrisvar í röð. Að ná frákastunum og koma þeim frá sér. Þetta er vel gert í Jóna. Mjög vel. Vel var í hjá Magnús í svo sem, en vítakast. Hann varði á hann vítakastið. Já, nú fer Þórólfur Nilsen á punktinn. Ragnar Helgason er ekki með Stjörnumönnum og nú fer hann ekki á punktinn. Jájá, Þórólfur skorar. Gott mark hjá honum. Kemur við mattur á bragði, 13-9. Það var 11-12 í Samýrinni og 9-10 í Dýrunni sem er út. Hátt að þeirra liðin yfir sínum fólkstánum. Það er spennandi eins og hér svo sem. Anton, þessi boltan, Halldór fljótur og Atli. Já, hann setur á Íslána og hann var ekki Jón Karl. Ingastið, Stjarnan á. Já, þeir keyra ekki á þá eins og þeir gerði í byrjun. Þeir verða bara beint í stund og sók. Björn og línuna. Það sækir ekki eftir á Anton. Þórólfur. Nei. Já, auðvitað kast. Ekki alveg líklega svo opninum.
Það mátti reyna þetta en nafn verið því. Jú. Það þarf að þurrka gólfið. Þegar Þóra sem skora. Það er víst. Já, framararnir komnir yfir. 16-14. 16-14? Já. Ok. Leikir skiptir ekki við öllum og leik skotið framjá Þorólfi. Ekki þannig að síðu mikið áttur í bæði liðin. Úrslit þessa leiks. Þóri, það var vel spilað. Já. Jón Karl vippar. Já, vill á 2 mínútur hérna. Nei, hann farið ekki. Það er því hann. Það er Jón Karl komið mörg. 6 mörg. 6 mörg. Einhverju 9 skotum, þetta er frábær leikur hjá honum. Já. Og vel gert með Dóra aftur með opnununa. Já, að slegin sagði hann hérna, þetta lag núna við hlinan Jón Karl og... Það er líka. Halldór tekur með vinstri upp í hraðarflöpuna því hann kemur inn á bekknum. Það er stutt skipting. Já. Já, opnaði fyrir Daniel en það veit ekki áramann. Hvað er Maggi komið mörg var skot? Hann er með 11 skotvarinn. Plus þetta sem var verðina? Já, 12 skotvarinn. Þetta er að gronda við hérna. Það er ekki slæmt. Hann fengið þessu 9 mörg. Nei, það myndi bestu markmann í heimi verið sáttu við það í hvaða leik sem er. Já. Nei. Já, eitthvað kast. Mattias vildi fá víti. Já. Já, 2 mínútur til hálfleiks í Stýrunessinu staðinn 11-11. Ok, það fyrir jafnir leikir. Já, hérna munar 5 mörgum. En aldrei veit hvað gerist hérna eftir. Já, Jón Karl, það var frá honum og lína á Villa. Róland Ranskóni í ganga aftur. Viljum að halda þannig að Villi Willers og Hilmar Þorlundsson myndi kalla. Komum löng sókn, hendi komin upp. Arnar verður að skjóta. Já, gerir það í vörnuna. Kristján með frákastir, lendir á línunni. Lendir ekki á línunni. Sem við boltan fyrir störa. Já, hann lendir á línunni. Það er búin að kasta. Hann bara því þessu. Já. Það er fín vörn hjá Stjörnunni. Ægir kemst ekki inn á Dóri í bakvörðinu þá og þá fara þeir í 31. Nei. Og tapa boltanum. Klaufalega gert. Rafli Arnar Freyr og Anton. Hann skorar 6 markamunur, 15-9. Anton skorar sitt 4. mark. Mjög mikilvægt. Og það eru 20 sekúndur til hálfleiks og hann finnst að vera hálfur ráðfjörðan hérna á bekknum hjá Stjörnunni eins og staðan er núna. Þetta er rosalega klaufalegt. 14-10, 15-9. Sandri stöngininn, þetta er alltaf stöngininn hjá drengum. Glæsilega gert, 15-10. Hann þarf bara að gera meira þessu. Já, 5 sekúndur. Anton verður bara að fara í skotið. Pálmi, Hjalti Pálma segja ég. Nei. Var það mark? Já. Nei, ekki mark, segja þær. Nei. Anton segja ekki mark. Ekki mark. 15-10, þetta var mjög tæft. Og hvað meira það að segja? Gróttumenn einfallega verið sterkari hér í þessum hálfleik. Ekki 15-10 yfir og segir allt sem segja þar. Í saman því þeir hafa að spila, ég meina, betri varnarleik og Maggi staðið sér vel. Þeir komast fram með vörðinni. Þessi leggur grunninn að þessu verið þessi kaflar einum færri. Já, engin spurning. Ég meina, þeir hafa unnið að báða og plúst að unnur að þeir voru einu færri. Já, ég er að segja að þeir voru einu færri, þá voru þeir að vinna. Já, þannig að það er bara munurinn, engin spurning. Já. Jón Karl Björnsson markaðistur með 6 mörg, Anton Rúnarsson 4, Hjalti Þór Pálmarsson og Atli Rúnar Steindorsson 2 hvor, Arnar Freyr Theodorsson 1, 12 skot varinn hjá Magnúsi Sigmundssoni. Hinum megin er Tandri Konradsson markaðistur með 3, Þórólfur Nilsen og Guðmundur Guðmundsson 2 hvor, Vilhjálmur Halldórsson, Kristjánsson og Jón Árni Jónsson 1 mark hver. 11 skot varinn, Róland er alls förum í auglýsingar þegar tæknumæðurinn er til eða ætlum við að kíkja á stöðunni í hinum leikjunum. 11-11 í hálfleik í Stýrunessinu og Sáði Mýrin lætur bíða til sér og förum í auglýsingar. I'm gonna take a shower. Make yourself at home.
should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's Daddy! Coca-Cola Zero presents the impossible made possible. Go, go, go! Calm down. I am calm. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's Daddy! Coca-Cola Zero presents the impossible made possible. Go, go, go! Calm down. I am calm. Real taste, zero sugar. It's possible. Þetta Kanin. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hiti á kananum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólki. Áfram Ísland. Rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta. Þeir urðu hellaðir 2010, en vakna upp árið 1986. It must be some kind of hot tub time machine. Óvæntasti smellur ársins. Party started! Mom? What's going on, Michael Jackson? Hot tub time machine. Sýnt í sambíónum. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni.
Það komið sælir aftur á, þetta góðir. Við erum ennþá hér á Nesinu, staðan 15-10. Grótta að vinna Stjörnuna með 5 mörkum. Við vorum að ræða það einnig hálfleiknum við Magnús Agnar að Stjörnum þetta að byrja einhverju framleikjandi vörn. Það virðist ekki vera, ekki. Nei, þeir halda sig við 31. Ég myndi halda... Innan punktalínu, já. Já. En það er hérna, ég myndi segja fyrstu tímunnar, fyrstu 5, þá sjáum við hvert leikur í stefnir. Já. Og hérna... Anton, Arnar. Vel spilað. Góð vörn. Vel var það. Æ. Já, Arnar Freyr grípir hann Daniel Eyvindssyni og Stjörnumenn. Ef Stjarnan skorar núna, fær eitt hraðahlaup og þá það breyta miklu. En á móti kemur Grótta ekki drepileikin bara strax upp hann. Það verður spennandi að sjá. Hvort að Guðmundur, Vilhjálmur og Þórólfur hérna fyrir utan. Kristján og Daniel í hotnunum. Guðmundur skorar. Þriðja marki hans. 15-11. Serju Eyjálssonin á línunni. Algjörlega tæru að Stjarnan þarf að fá okkur til leik, þá verður Guðmundur og Tandri að taka fyrir skot. Lang hættulegustu menni. Plús að þeirra þurfa að finna Sverri hans á línunni. Það hann komið mark í dag. Nei. Það er Anton Rúnarsson. Arnar Freyr hérna í vinstri skiptunni, Halldór Ingólfsson þeirra hægri. Er þarna Mattias, grípur ekki boltan. Hann verður að grípa þetta. Jón Karl hérna, vinstri hornamaðurinn. Það truflaði raflöfinu. Vilhjálmur. Þórólfur. Dóri var hérna að fá fríkastur. Það er ekkert að skipt. Ægir kemst ekki inn á vörnina. Það fær hann í 31, er unnið boltan á hann. Þannig. Já, reynda. Já, vel. Vilhjálmur ræsir sjálfsög á Halldór en þetta var ekki gert með mikill trú hans mér. Nei, það var það ekki. Staðan í hálfleik í Safamýrunum var 16-15 fram í vel gegn FH. Ok. Og það var jafnt að Haukum að Háka á 11-11 í Digranesi. Ok. Við fylgjum áfram með því. Þórólfur, Vilhjálmur og Guðmundur. Já. Óskar þetta þessu að skjóti meira 14 mörk á honum, 2 fyrst í seinni hálfleik, 15-12. Þetta eru fín skot hjá honum. Hún endur hérna að ef að Stjarnan hefði ekki að minka munin á fyrstu mínútonum þá er þetta aldrei lengur en það er búin að minka hérna niður 3. Já. Þannig að það gefur ekki von. Já, 2-0 fyrir þá, seinna leik. Halldór, Jón Karl. Vel gert. Já, vel var. Já, Guðmundur Guðmundsson. Það er hann í fótinn. Þetta er bara munurinn sem verður núna. Ef að kom markmann í stuði. Ég meina... Voru báðir góðir í fyrirháleik. Já. Báðir konum með 12 skot varinn. Spurning hvort að hálfleikurinn hafi verið langur fyrir Magga. Góð vörn. Frábæla var það þannig á Guðmundin. Skelvilega gert hjá Kristjáni Svan. Þetta er dýrt. Gríkti frá sér boltanum. En nú veit ég mót sig að Grótta þetta bara róa, stilla, fá auðvitað. Eða svona bara, já. Hann verður rólandi rætti. Hérna verður nú reyndar að segja að Mattias skaut var illa, hann skaut í fótinn sem stóð. Hann skildi hann ekki eftir kallinn. Það gerir þetta vel. Hann lesi þetta svo vel. Hörnfætti markmaðurinn á Hafnarfirði. Alveg upp á Hjallabrautinni. Þetta var ekkert stökk skot hjá hann. Vel var ég á Magga, hann mættur þetta bökkur. Helvita er hann snöggur. Ótrúlega snöggur, fljótur niður líka. Já. Gæti verið þyngdaraflið, hjálpi. Gæti verið. Ægir og enn við Rólandi Ratse. Nýlíku stuði. Þeir eru búin að skora mark á línunni, fyrir þannig alltaf í herrótum. Nei. Þeir eru búin að verja eins og ljóni á gegn línunni. Mattias ekkert, Ægir ekkert og mörkina sallar eru bæði úr hægra horninu. Róla búin að verja fáranlega vel sko. Já, en Jón Karl er á vítapunktinn, hann er búin að skora 6 mörk. Það er að taka sitt fyrsta víti. Þetta er líka mjög mikilvægt mark þá fyrir Gróttuna að skora. Þetta er ekki að hleypa þessu upp í baráttu þetta seinna. Já.
Og Grótta hvílir Hjalta Pálma áfram varnarlega, þar sem með fyrstu tvær. Kemur ungu strákurinn fyrir áflöginna, Átni Ben. Jón Karl vippar glæsilega gert. Ískaldur af venju. Óheimið vel gert, 16-12. Já, þetta var... Já, þriðaflokks strákur eru Árni Benedikt Árnason. Já, mikið efni þar að ferð. Hann er það að þekkja reyndur örugglega hálft stjörnuliðið þar sem hann spilar örugglega móti. Já, með rámar ég hef séð hann í Sigurústum þriðaflokki karla. Já, passar. Já. Viljón Björn, vel gert í honum. Þetta... 16-13. Arnar kastar frá sér boltan. Nei, Arnar og Konur með í viðtölum. Nei. Þeir náðu að bregðast við en það er allt gala á Bjarnar hægra megin. Viljón mun lengi og ákaflega klauvalegt og reynsluleysingslega gert hjá honum. Slá þarna hekkan að fá bara guldspjald án að fá 2 mínútur. Á móti mjög vel gert hjá Arnari. Já, mjög vel gert. En hérna glórulust hjá honum Antoni. Já. En heppnin með þeim, það skiptir miklu máli. Já. Ég meina, þetta er bara að vera leikur eða hann skora þarna, eða klikka. Já, 5 mínútur linnar í Safamýrinni, 19-16 fram í vil. Fram í vil? Fram í vil. Og 14-14 til 38 mínútur í Dýranessinu, Háka Haukar. Framarnir klára hann leika. Já, framarnir líklegir til þess að klára FH. Það verður bara að segja sem það er. Já, það var að vera sett í sáskiptin. Jón Karl Björnsson sáttu við sjálfan sig. 8. markið, 17-13. Já, hann er svona vikri yfir hann og snýtt hann á vingilinn. Þetta var glæsilega gert. Hvað næst? Og fagnið var viðeigandi. Já. Þetta getur líka slökkt í Rólandar að segja. Það er málið. Já, það getur orðið. Hann hefur á til að vera pirraður. Það hefur gerst. Við höfum séð það. Ég hef bara heyrt það. Jæja, herðu. Ég held að Villi skoraði gott á hann. Hann verður bara að fara upp á Dóralur og... Nei. Kristján. Allir stígurinn er tegin og því dæmt aukakast. Já. Góðu varnarleikur bara. Já. Hvað veitu, það vítið eða? Hann tekur bara boltan. Gott að það er ekki bara línu. Ég meina, þú veist, það er bara þvílíkt misræmi í varnar og sóknarleik. Þannig með Halldór þarna móti Vilja bara að fara beint upp á bomba á hann. Já. En hefur ekki hugur ekki það getur bara að fara út af og láta hann að tandra inn á. Tandraði þeir þó. Já. Já. Halldór aldrei verið frægur fyrir varnarleikinn. Hann er alveg segur í vörn. Ég byrjast bara að drullir hann en hann er bara... Nei, en hann er reynslu mikill. Já, en Villi er bara svo stór. Það er ekki fræðilega, hann getur varið hans. Nei, mér... Átni á móti honum, Gumma, vel gert. Og hann upp. Það er yfir. Það voru að heita rammakallina. Dóri stjórnar hraðlöfuna. Já. Það veit alltaf hvað samirarnir eru. Sjáðu því matta hann að maður. Galopin út að hæra hóttunum. Hann hefur ekki nýtt á færin sinna, þannig að Arnar ákvað að stinga niður. Já. Erfið sending svo sem líka. Jú. Nú er það aftalínni og ef ég ætti að gíska á eitthvað, þá kemur ekki óvart að Dóri myndi smikla honum inn á aftalina. Nei, Arnar Freyr kastar þess út af. Hann smikla hann út af. Pattur svo bessikúla sækja hann. Já. Eyþór inn á. Eyþór kemur inn á, tekur Vilhjálm út af og laðminn að þjálfara sínum. Hann er ekkert komið inn að fyrir að leika. Aldrei. Nei. Þannig að hann er út hvíldur. Já. Næ orku. Það kemur hann Eyþór. Já, tekið minna brotisjön á Ægi. Það getur verið, nú kemur moment. Það líður ekki svo leikur, hann fá ekki 2 mínútur, það væri bara glórulaust. Það var bara lillur í vörð. Þá var hann ekki að standa sig. Nei. En það er núna er momentið. Hvernig stefna bregst þessu? Eyþór upp, skorar. Frábær innkoma í fyrstu sókn. 17-14.
Ja, reyndar eru stórir varnarmenn til eins og Didi Dínar sem að færa hann aldrei 2 mínútur. Já. Það er náttúrulega kjánalegt. Það bara því dómarnir virða svo mikið. Það geti verið. En eins og hann Eyþór, kom inn á ískaldur, beint upp á skotmark. Það er gaman að sjá svona unga strákar gera þetta. Já. Ekkert hík. En það var ekki mikið hík. Ekkert verið að taka sér nokkra sóknir að spila sinni leikinn. Nei, það var ekki mikið hík að fá hann. Nei. Arnar Freyr. Já. Hann bara eitthvað. Nart í lóðinu, Arnar. Hann fröskur greinlega, það er ljós. Já. Anton, hann ræðst. Hann gerir alltaf árásina þegar þeir eru einum færri. Það er bara þannig. Já. Og hann er alveg sko nippin að fá vítið hann. Já. Hendi komin upp, Dóri gefur við Atla gefur upp, Arnar verður að skjóta. Gefur Anton með skotið, það er framhjá. Gerðu vel í að loka á hann, stjórnumenn segir. Hann komaðir píkladir. Já, Þórólfur vill bara róa þetta. Já, koma boltan með inn á línuna, vel gert. Fyrsta línumarki þeirra í leiknum, Sverrir Eyjólfsson. 2 marka munur, 17-15. Það getur vilja. Jafnast hægt og rólega. Já, fram 22, FH 16. Okay. Það er ljóst, framarar eru á leiðinni af botnunum. Og það er ennþá allt í jafnum í dýrunessinu, 16-17, Haukunum vil núna. Betti Hjalti. Það er hægt að dæma hann að flauta boltan af mannunum, Lína var það. Jæja, nú er þessar tímyndur að búnar og þetta eru leikur. Já, við fögnum því sem flutur þeirra áhörundur. Já, Þórólfur vel gert. 2 mínútur á Hjalta Pálmarsson. Þetta er gríðalegt áfall. Kemur hérna í eina blessaða vörn. Og rauðarspjaldið fer á loft. Gríðalegt áfall. 20,5 mínúta án Hjalta í þessum leik. Voru þetta 12 mínútur? Veit það ekki. Já, þetta er hárrétt. Gaular stúkan hérna fyrir neðan okkur. Þetta er svona vatn á vilju stjörnumanna, það er á tæru. Heldur betur, Hjalti ekki sáttu við þetta. Nei. Við bjóðum ekki ennþá að búið endursýningar hann eða við veitum ekki almennilega hvað það snerist. En ég segi bara að þetta hafi verið rétt. Já, Eyþór út í hotnið. Já, vel spilað. Hann verður að fara inn á þann, Kristján. Já, Eyþór verður frekar að taka erfiðara skot og Magnús ver frábælega. Já, þetta er vel varið. En eins og þarna, Eyþór gerir vel. Hann er bara farið. Kristján er komin í gott færi. Hann verður að taka, annars kemur Eyþór og hann er þvingaður í vond skot. Já, hjálpmál hann á að taka skotið. Og þeir eru með hvað, Kristján fór ekki að fara inn, þá var þetta með Sigurð Torfa á bekknum, stjörnumenn. Já. Það er líkt reyndir ungu strákur. Það smetla hann sem Jóni bara í hóttið. Já. Það er vel gert aftur. Já, tókur. Hann er ótrúlega segur. Já, það er líka mikilvægt að fá fyrir Gróttan að fá fríkostin núna, einu færri. Það er Halldór. Geta hans að tímanum. Já, vel gert. Vel gert, Anton og Atli. Rolandi Ratse, frábær markvarsla. 16. skotið hans. Og Guðmundur. Hann fer alla leið, stöngin, bakkið á Magnúsi og netið. Þetta er annað markið sem Magnús skorar. 17-16. Já, bæði skiptum voru að... Nei, það var ekki rétt með, það var ekki Guðmundur líki hitskiptið, það var Tandri. Já. Skiptir ekki öllu, 17-16, einsmarsmunur, 19 mínútur til leiksloka. Mikil áræðin í Guðmundi setnaðanleikina. Hann spila mjög vel. Já, komið 5-3 í setnaðanleik. Já, mjög mikil á 11 mínútur. Anton leitar línusendingunni. Núna er vörðin komin í gang í stjörnunni. Svipa leitt og í fyrirháleik. Allt annað líka, þessi kapli núna innum flöri og líka á það þegar Ægir var ekki nút á heldur en í fyrirháleik. Það liggur hundur í stönduður. Já. Nýtt orðatiltæki hér í boði Magnús Ragnar, skrifið þetta niður, það verður notað aftur. Halldór. Rólegur fókur. Og Atli. Já, vel varið að vítakast. Hann ekki sáttur Rolandi Ratse. Nektrekar Patrikur. Já, fær guldspjald. Hoppaði hæð sína.
þegar hann spilaði með Sport TV-liðinu utandeildar bikarnum og hoppaði hann ekki svona hátt, ég get sagt ykkur það. Sko, ég verður alltaf að hrósa þá Antoni og Hlyn fyrir það. Það er þannig að samræmi í dómgæslunni. Já. Ég veit ekki, hvort sem er rétt að rangt, þá er þetta þarna að þetta hvíti ekki á línunni eða þessu á hann er allir vilt að fá vítið. Já. Hvað gerir Jón Karl núna? Það er Svavar Már Ólafsson kominn í markið. Já, Jón Karl skoraði á honum. Getur ekki máli hver er þarna á móti honum. Það er aftinni, 18-16. Það var ekki eftir hann. Það er 2 mörk, jafn. Hún er jafnt í liðum. Já. Hann er aftur kominn inn á Árni Benedikt Árnason. Númer 50, þarna er. Já, núna í bakverðinum. Núna er Hjalti Pálmafarnum þar megin. Já, vel spilað. Lopið og Sverrir, hann skorar. Vel gert hjá Eyþóri og Sverri. Eyþór er nefnilega lunginn handboltamaður og getur en svo maður þetta fundið ofna menn. Og líka ekki að lítið úr hlut Þórólfs þarna þegar hann setur upp leikkerfið og spilar þetta vel. Já, afræðs leikkerfið. Já, hann er klókur strákur, mjög klókur. 18-17, hörkuleikur hér á Seltjarnarnesinu. Arnar Freyr, Halldór. Það er vel gert, já. Atli, já, nú er Róland. Alveg hlutlaus Agnar hérna. Þórólfur snýr við og hvað? Villi með skelfilega ákvörðun á 7 metrum. Handónýtt skot. Gjörsamlega handónýtt, engu jafnvægi. Langt framhjá. Hver er reynsluboltinn í liðinu? Er það Eyþór eða? Ég held að það sé ungu strákarnir. Það er ljóst. Ég held að þegar hann snóðaði hárið af þá fór reynslan með því. Ég meina, það er 18-17, þeir vinna boltan, það er klók, getur jafna leikinn. Og átt að róa þetta bara í þessari stöðu. Taka skotið engu jafnvægi, alveg glórulaust. Ég hef ekki séð svona síðan Hilmar Þórðarsson spilaði. Nei, hann er pottþétt vakandi hérna miðri nótt í Japan að horfa á þetta og röflar hún í sjálfum sér. Þetta var þannig mjög mikið. Nú er spurning hvað Grótta snúi leiknum átti við og hvort þið færi og frekar munið er skorað á línunni. Já. Ný getur hann. Það verður spennandi að sjá. Það vilja gera vel hérna að stoppa þetta. Endar þetta með að Geir færi bara í sóknarleikin. Já, hann myndi nýta færin betur. Já, ég held að þú myndi gera það líka. Glæsilegt mark hjá Antoni Rúnarsinni. Þetta er frábært strákur. 5 mörk, 19-17. Það fer ekki mikið fyrir þessi 5 mörkina á hann. Nei, það er að því að hann skýtur ekki nema þegar hann skóra. Það liggur við. Þannig að hann er ekkert að gera henni að glóri. Þetta er nákvæmlega sem ég gerir þetta. Jú, mikið vel. Þetta er mikilvægt. Þetta er frábært. Eyþór. Já, Guðmundur, góð opnum. Núna er það skjöld. Já, ok. Kristján. Það er rosalega barðan varninni maður. Uss. Það liggja þetta hver annan maður. Guðmundur. Já, hann skorar alltaf. Frábær leikur hjá hann. 6 mörk, 19-18. Þetta er kingi magnað. Það verður Sverrir Hrós hérna á línunni. Hann er kastað fram og tilbaka, hann stendur þetta alltaf. Já, hann er gríðarlega stendur. Já, þetta er hraustgen. Jú. Ætti Kári Klári vita þessu? Það er spurning. Jæja. Arnar. Já, eitthvað kast. Þetta fáranglaði komast upp að spila aftalega gegn Gróttunni, sko. Já. Þessu séu það, þetta er 2 mínútur. 2 mínútur á Sverri. Róland alveg brjálaður út í kjúklingin. Og ég er hér með hættur af hrósamönnum. Sverri er að fá sína aðra brottvísun í leiknum. Sko, þetta lítur ítl út. Já, gengur bara á harkalú með hendurnar beinar út í vörðinni. Já, en þetta er líka, þú veist, Arnar hefur spilað áður í deildinni og hann veit alveg hvað hann er að gera. Já. Skilur, ég er ekkert að segja hann að hendi niður. Þetta er ekki fyrsti veturinn hans. Nei, hann sækir það og hann er feð grimt í hann og hann bara lippast niður. Já, en Vilhjálmur stóð sig afbura vel hann á kústunum. Hann hefði ekki séð fagmannlega vinnabröð á kústunum síðan sá Petr Bamrók síðast taka til eftir leiki. Menn er ennþá törndi skern. Já. Vítakast, Halldór Ingvarsson sækir víti. Við höfum séð þessa hreyfingu tvisvar þrisvar.
Já. Þetta er í boði verkans Hafnarfjarðarbæjar. Hvað gerir Jón Karl núna? Ég skýt á snúning. Já, ég tippa það að boltinn hafni í neti. Jú, það er vissulega, það er öryggið uppmál að koma með 10 mörk. Alveg frábær í þessum leik Jón Karl Björnsson. Það er þessi 2 mörk aftur. 10 mínútur eftir í Digranessi staðan 17-18, Haukum vil. Eftirvænga búinir að jafna metin í samanbyrjunni 23-23 þegar 13 mínútur til leiksloka. Hérna eru 16 mínútur til leiksloka staðan 20-18. Þetta er með ólíkindum, annar Raggi. Já, þetta er bara rétt á hann. Þórólfur fór að hoppa hérna á matta og mínu dómi var þetta klár sóknarbrot. Já, ég sá ekki, ég var upptekinn við að sjá stöður annar staðar. En þetta er ljóst að það er mikla sveiflur í gangi á halva forvarðarfélögum. Já. Það er með ólíkindum. Hvað var það? 22-16 á? Það var eitthvað 6 marka munur, já. 23 núna. Það getur farið hvernig sem er eins og þessi leikur. Já, ég meina það. Þetta er enni-deildin hefur sjaldan verið skemmtileg og hún er í ár og það er mikið til að því að það voru 100 leikir verið sýndar á Sport TV. Sannlega, ekki spurning. Þó skilja fyrir góða. Daniel, Magnús stóð bara vítakast, bakgrinding, var þetta ekki ódýrt? Já, þetta var ódýrinn en bensínlíturinn. Já, þetta var ódýrinn en bensínlíturinn. Það var jafnvel ódýrinn heldur en díselið. Já, en júla þetta lélegu brandari. Þessi skuldur afsekunar á þessu. Skuldur á fóndinum. Guðmundsson tekur víti. Magnús til varnar. Já, öðrum til honum. Góðan með 7 mörk. 20-19. Hann er búinn að góðan ábragðsleikarleg. Frábær leikur. Þetta er einsmanns leikur. Enn og aftur. Þeir hafa ekki náð að jafna Stjarnan og það er spurning hversu lengi geta þeir náð að elta. Það er alltaf erfitt. Ég myndi svona setja punktin á þetta. Ég myndi halda að það væri það sem getur gert auðvitað vissulega markminn skipta máli. En það er náttúrulega Halldór sem við sjáum hérna búa til mark fyrir alla. Já, þetta skorar. Hann er öruggur hérna í hotninu. Já. Ég myndi halda að það væri þetta mikið til bæli að markminni veri en eins og fyrir Gróttuna ef Halldór spila leikinn á fullu grassi og Atli eða línumennir kollegar hans nýta færin á línunni þá svona hallast ég að sér í Gróttu. En nú hefur Þórun náttúrulega einu farið þarna Stjörnusmenn og eru ennþá 1 sekúnda í þegar er komið inn á, núna kemur hún inn á. Spurning hvaða áhrif það hefur haft. Þeir hafa ekkert verið að klikka einum fleiri. Nei, við spila mjög vel. Þórólfur, frábært mark hjá Þórólfi. Kemur sér aftur niður í 1 og nú er það spurningin. Ná þeir að vinna boltann og gera eitthvað eða heldur Grótta þeim áfram frá sér. Stjarnan er klóki líka. Þið sjá að Gróttana í vandræða með stöðuna hægra megin, vörninni. Bakvörðinum og sækja grimmt þar á. Já. Halldór búinn að spila mikið hérna í seinni hálfleik. Já, og mun fyrir að klára leikinn þetta bara. Anton tapar boltann, nei, aukakast, já, vissulega. Mikil barátta í vörninni. Atli leysir inn, kemur ekki óvart. Anton, Róland Ratse með þetta allan tíman. Góð með 19 skot varinn. Einsmarksmunur, þeir geta jafnum metrin. Gerir Vilhjálmur vitleysu? Nei, Tandri. Já, Vilhjálmur hleypur út af. Kannski eins gott. Já. Ég veit ekki, hann er gríðarlega mikilvægur í vörðun en sóknarlega hefur hann ekki verið på markavisk í dag. Fyrir ekki með þetta. Hann myndur að gera það, býður hann með veið ekkert. Og svo Eithor. Tandri. Stöngininn, nei, framhjá. Já, Gísli Guðmundsson kominn í marki núna, langt síðan hann varði að Magnús. Já, en ekki svo vitlaus skipting. Ægir, já, vel varist þarna hjá Stjörnunum. Mjög góð. Daniel. Með Sverrir. Ekki stinga. Já, vel varist Daniel og hann jafnar metin. 21-21. Leikli. Já, með ólíkindum.
Heppnin þarna, Stjörnumegin, þetta heppnin sem var með Gróttunni fyrir hálfleik. Já, þetta þarf, engin spurning. Jafnleikur 21-21. Þetta verður, staðan var 15-9 fyrir síðustu sókn Stjörnumanna í fyrri hálfleik. Það var 6 marka munur, þeir eru búin að vinna hann upp 11 mínútur ennþá til leiksloka. 21-21. Og ég held að við tökum flakkum hinn að vellina. Já, 5 mínútur eftir, Haukar sem orðin deildarmeistarar þegar HK Akureyri tapaði er að tapa 22-19 fyrir HK sem að setja FH í vandræðalega stöðu tapi FH fyrir Fram. Þar staðan hvað? Eitthvað annað en 23-23, við bara vitum ekki hvað hún nákvæmlega. Hvað þýðir það ef FH tapar og HK vinnur? Þá eru FH 3 stigum frá því að vera í úrslitakeppninni og þurfa að vinna Val og HK í 2 síðustu umferðunum. Já, það vandamálið. Já. Ef þau tapa líka 4. leiknum sínum í röð og tapar 4. leiknum í röð í 3. umferðinni, átti ekki skilja fyrir úrslitakeppnina. Nei, það er mjög einfalt. Þetta er ekki algebra. Nei, þetta er ekki skattframtalið fyrir tíma 12-una. Ég fekk frest. Anton. Já, leita Ægi, vel varist þarna. Góð vörn Tandri kom inn í vörðin aftur og við gleðumst yfir því að það er gaman að horfa á hann verja. Já, hann lifir sig sammálinni í leikinn, það er jákvæmt. Já, Sverrir líka. Já, fóru bara í boltan, þetta var vel gert hjá honum. Ekki að maður geta óvart átt að Dóri myndi draga vagninn hérna. Já, þannig að gefa einhverja tilbúið til þess. Já, spurning hvort það búið ekki til einhver opnunni fyrir Anton líka. Já. Anton sé að spila á miðunni, þá er hann náttúrulega bara skittaði þeirri stöðu. Já. En líka það sem þeir eru að vinna 600, þeir grimmir út á móti en þessa mitt eru alveg flatir. Þannig að þeir fara bara mjög mikið út á móti Arnari og Antoni. Já, en ekki kannski eins mikið á móti Dóra. Eðli máli samkvæmt. Já. Það er líka ekki hættur að fara mikið út á móti honum. Já. Arnar Freyr, Anton. Halldór. Höndin uppi. Og svo Anton með skoti og það er inni. Það er ekki spurt að því, þessi strákur er alvöru. Gól með 6 mörg, 22-21. Þannig að nú var Stjarnan aftur að jafna mittil. Það er líka gaman að sjá þessum með unga strákur svo Anton, sem er alltaf líka vissulega ungu líka. Að hann tekur að skari í svona lykil momentum gegn ekki slökum markmann eins og Róland og hann skorar. Leikmaður með óbilandi sjálfstraust. Já, það þarf líka. Það er einum Valdimari Grímssyni. Þórólfur. Vel var hjá Gísla. Þetta var líka mjög gott skot í Þórólfur. Já, kemur Halldór á ferðinni. Anton. Hann fyrir alltaf við þetta. Já, Róland ver og innkast. Þetta var í það minnsta fríkast. Já. Þannig eventuál stuðningsmaðurinn sá ekki ástæðu þess. Nei, mannar öskara með bláum en eventuál stuðningsmaðurinn, það er bara einn. Já, í handboltanum, hinn er í fótboltanum. Já. Æja, hvað gerir Gróttan núna? Arnar, Halldór. Hann getur spila á þetta með Jónkall. Glæsilega gert hjá Antoni. Heldur betur að svara kallinu. Þetta er rosalega vel spilað. Þetta er líka rosalega vel spilað hjá Arnari á miðunni. Hann góð opnum fyrir Anton sem hann nýtir sig vel. Hann horfir aldrei á Róland, hann bara beint í vinginn. Já, HK er einberað sigur á meisturum Hauka í öllum keppnum á Íslandi 24-20. Eru Haukarnir að hrynja rétt að fyrir úrslitakeppnina. Hann spyr sig, eða er einfallega bara að bíða eftir henni? Já, þessi ég held að sem frekar það. Já, það hætti því. 27-27, 4 mínútur eftir Mýrinni og Gísli. Daniel að stíga upp hérna á lokasprettinu með Hirða Frákvæmsson og skora
23-22, annar marki hans. Ég vil samt sem að segja vel var hjá Gísla. Mjög vel var hjá Gísla. Jón Karl alveg steinsúandi í frákvæmstinu. Já. Þið kostaði þetta mark. Enda búinn að spila í 52 mínútur og 22 sekundur. Já, hann var að hugsa spurning hvort að Heiðar Þór mætti ekki taka kvílan, eða mátt kvílan í 5 mínútur einu sinni að tvisvar. Já, það er rétt. Jæja. En Jón gæti reynda að vera frábær, það er ekki tekið á honum. Er það Anton áttur? Halldór og út í hornið, Mattias fer ekki inn. Nei, það var ekki mjög líklegt að myndi fara inn. Fyrir á línumenn núna, Gróttumenn, það er öðruvísi. Það er líklegt til árangurs. Þeir línumenn því betur. Einhver annar íþróttum þessari kannski. Jæja. Anton kemur núna hvað gera. Það er bara sjálfur. Já, frábælega gegn. Þórólfur vill að Róland verði og þeir rífast aðeins. Það boðar ekki gott fyrir Stjörnuna. 24-22. Það er þrjúmarkuröð hjá Antoni. Já, þrjúmarkuröð. Þetta er bara alvöru, þetta kvikindi þarna í treyju nummer 34. Ef að Stjarnan skora ekki núna, það er ekki að Grótta vinni. Þetta er bara að kasta þessu svona fram. Já, þetta við höfum aldrei þurft að geta fulleringar og okkar hér á Sport TV. Þetta er mikið að vera að byrja því núna. Sífellt að dæma liður leik eftir leik og alltaf þurfa að geta onni okkur. Það er boðið upp á fyrsta fróks. Kvikmyndatónlist hér. En veist bara að mann enginn eftir þessu hérna á vellinum. Ekki nema Dóri. Ekki nema Dóri og Maggi. Það var Róland Ratze. Þetta var dömpa það. Þetta var dömpa það. Alex Bóli var ekki svartið þar. Guðmundur Guðmundsson, 8. markið. Frábær leikur hjá honum. 24-23. Alveg frábæra. Hann dregur bara vagnin. Engin annar leikmaður kominn í 5 mörk. Engin annar leikmaður kominn í 4 mörk einu sinni. Róland náttúrulega verið góður með 20 skot varinn líka. Það var ekki Tandri komið með 4. Tandri með 3, öll í fyrirháleik. En hefur staðið sér frábærlega í vörninni. Já, mjög vel. Arnar Freyr fer á Tandra. Hann er mættið til að taka Halldóri en enginn að hjálpa. Róland Ratze étur Mattias. Kemur Kristján Svan að hann að mæta til leiksafsinu. Guðmundur. Þetta hlýtur að vera brot. Já, þetta er brot. Já. Aukakastara, Gísli fær varið skotskráð. Frábær markvarsla hjá Róland Ratze hann. Það er senast 24-22, Háká vinnur 2 marka sigur á Haukum og Háká komið 22 stig, líkt og Akureyri stíu eftir val til reymustum undan FH sem er reyndar óviss hver verða eftir leiking ekki fram, sem við vitum ekki hvernig sáleikur endar ennþá. Þórólfur vantaði hérna aðstofuna bara frá Sverri til að fá sér 2 menn. Einfaldsmunur. Ég spáði að Guðmundur sæki á aftaluna, sjá. Guðmundur. Það skref. Aukakast. Eina neikvæðum á leik sem ég sagt er að það er bara komið 1 marka línu. Þetta er búið að vera frábær leikur. Magnús Agnar Magnússon. Menn eru hálfmynda til leiksloka. Guðmundur. Frábærlega varið hjá Gísla. Það er gaman að sjá að menn eru almennt léttir. Simmi brósmittur. Ég held að Simmi sé brós svona mikið núna. Einfalt vegna þess að hann sér að hann eigi séns comeback á línuna. Það er spurning. Arnar Freyr. Ég held að ég læt gera við þetta þess aftur. Simmi klár. En snúm okkur leikum. Býðum með það. Við setjum tíma. Tíma en nú er Daniel komið fram hann að sendinu svo þú varst að kalla þér. Jón Karl Björnsson, 11. markið, 25-23. Alveg frábærlega gert. Gaman að sjá hvað Rollo var léttur yfir þessu.
Nærhóttnið, Skildur gaf nærhóttnið og Jón Karl þakkaði bara pent fyrir sig. Þetta unnningur. Daniel. Vel gert. Já, vel gert. Daniel skorar sitt 3. mark, 25-24. Þeir eiga ennþá von. Þetta engan veginn búinn. Núna taka þær Anton umferð. Sem kannski ekkert skiljanlegt, hann er eitthvað fljótandi hérna fyrir framann. Já, Daniel mjög hrefanlegur. Þetta stöðu Jón Karl. Já, þeir standa bara og bíða, bjóðan velkominn. Guðmundur á móti Halldóri. Arnar. Og Anton. Upp í gróttuskiptið. Nú getur að jafna leikinn. FH sigraði 29-28 í Safamýrinni og Stjörnumenn jafna metin 25-25. Sverrir Eyjólfsson, frábærlega gert. Kom sjálf sér hraðaflöp. Já, og jafnleikur 3 mínútur eftir. Já, þetta eru tíðindi úr Mýrinni, Safamýrinni. Já, að fangutur höfðu það og loka svettinum. Já, halda sér í baráttunni. Fótur og Jón Karl. Já, byrju, Stjarnan að taka þetta síðust í myndunum. Kristján Svan. Vel gert hjá Halldór. Halldór Ingólfsson. Frábærlega varið þannig hjá honum. Frábærvarnarleikur. Já, núna getur Stjarnan komast yfir hvað fyrst skipti leiknum með það. Þeir voru yfir 1-0. Það ekkert annað. Snýstum ekki með að vera yfir eftir momentum. Þetta snýstist allt það. Svo segja þeir. Þegar flautan gellur hérna í lokin það skiptir öllu máli. Óhemju mikil barátta í báðum liðum og mér finnst mikill karakter í Stjörnumönnum að vera inn í leiknum eftir að vera 6 mörkum undir í hálfleik. Já, engin spurning. En það hjálpar vissulega Hjalti Pálmarsson fór illa ráða sinni vegna fyrir þess að 2 mínútur. Já, vissulega. Snemma í seinni hálfleik. Það er bara aðdáðan, þeir gefast ekkert upp. Gefast aldrei upp. Það hefur verið líka aðdáðanverkja svona ungu liði. Já. Tandri skorar hann. Að sjálfsögðu skorar Tandri Konráðsson. 4 mörk, 25-26. Með ólíkindum. Hvað er Róland komið marga bolta að hann er komið með 21. En er það rétt núna hjá mér að þessi er búin að taka leik við Gróttan? Nei, er það? Þetta var Jó. Er ekki tíma að stoppa? Já, það er vítakast þarna Halldór. 1,5 mínúta, Jón Karl. Já, nú stoppaði tíman. Rolandi Ratse ætli þurrka gólfið. Þetta var vel gert hjá Halldóri. Mjög mikilvægt. Gríðarlega mikil spenna í loftinu. Eru jafntefli Sangirn og Steinn. Guðmundur, Marino. Já, sjáum til Jón Karl. Hann skorar sjálfsögðu. Frábærlega gert. 26-26. Já, 1 mínúta og 20 sekúndur til leiksloka. Staðan í jöfn. 26-26. Það er mikil stemming á Nesinu. Þetta er náttúrulega bara frábært sjónvarp. Það er bara þannig. Eða veðvarp eða hvað þið viljið kalla sportið. Guðmundur Guðmundsson, Þórólfur, það er ekki að grípa, Ruðningur á, Þannig að það eru 55 sekundur þegar Grótta fyrir mögulega sinna síðustu sókn. Þeir geta ekki spilað út leiktímann en þeir geta tekið sér langa tími í þetta. Ef að veðja á Halldór Ingólfsson, takja skarið. Ég held að Anton Rúnarsson gera það. Halldór, Anton út í hornaði Jón Karl. Að Jón Karl gera það náttúrulega og skora. Það er ekki spurning með hennar mann. 13 mörk, 27-26. Þeir eiga hálfa mínútu Stjarnan og að taka leikli. Þetta var rosalega mikilvægt. 20. Það er ekki bara að skora. Hann vippar og hann sleikir svona fólk. Þetta er rosalegt. Þetta er listamaður. Já, og líka skora sitt 13. mark. Búinn að spila allar mínúturnar í leiknum. Auglýstum eftir að hann hefði kannski þurft að fá 5 mínútur frí. Það er greinilega ekki. Enn og aftur þurfum við að geta eitthvað onni okkur. Hann var náttúrulega kominn inn á aftur en það skiptir ekki máli. 27-26. Þetta er rosalega mikið. Þeir dæma hérna
dæma þarna ruðning. Hann náttúrulega grípur bara ekki boltann að Þórólfur. Nei, og ég meina, ég Lendir á ætla varnarmanninum. ekki að dæma það, en standur ruðningur þarna á mikilvæg mómenti. Gróttan freyð fram og skora þetta mark og breytir aftur leiknum í það að þeir þarna, ég myndi segja að þeir eru öryggi með 1 stig. Þeir eru öryggi með 1 stig. Og það er alveg mikilvægt. Það er mjög mikilvægt. Sérstaklega ljótið þess að Fram tapaði fyrir FH. En 2 stig og þeir eru mjög þægilegur. Jón Arnar komir hérna með 2 línumenn. Láta sigurtrixið. Já, taka allan leikmannahópinn inn á bara. Guðmundur. Það er yfir, leikurinn er búinn. Leiknum er lokið. Þeir taka sér allan þann tíma sem þeir geti að koma þessu fram. Halldór, 2 sekúndur, 1 sekúnda, það er búið. Grótta vinnur gríðarlega mikilvægan og dýrmætan. Einsmark sigur á Stjörnunni 27-26. Komnir með 3 stiga forystu á Stjörnun og Fram 2 umferðir eftir. 7. sætið blasir við þeim. Þetta er ekki búið þó. Þú gerir upp leikinn og markaskorur. Ég fer í viðtal. Byrjum á Gróttu heimaliðinu. Þar er Magnús Simonsson með 15 bolta varða og Gísli Rúnar með 5 bolta, samtals 20. Hjalti Þór skoraði 2 mörk og fekk 2 mínútur. Það er undir rautt spjald. Jón Gat Björnsson klálega maður leiksins með 13 slimmur. Og 2, 1, 2, 3, 4, 5 og vítum. Arnar Freyr með 1 mark en laði mörg upp. Anton Rúnarsson með mjög mikilvæg mörg, 8 leiknum og Atli fyrirliðið með 3 mörg. Já, Stjörnunni er það klálega Róland Ratsins sem er þeirra besti maður sem varði heil 21 skoti á. William Halldórsson með 2 mörg, Þór Nílsson 3, 1 og víti, Tandri með 4, Kristján Svan með 1, Sverri Eyjóls línumaður með 3, Eyþór með 1, Daniel Hotnamaður með 3, Jón Arnar með 1 og svo Guðmundur Guðmundsson sem spilaði Elefantavel í seinni hálfleik með 8 mörg og það er 1 og víti. En bíðum þess að sjáum hvað það kannski ekki komið eitthvað í viðtal hann. Anton! Hvað segirðu? Hvað er þetta búin að vera mörg ár í boltanum? Ég veit ekki, þau eru alltaf mjög fáeldi. Það er magnaði leikafli þarna sem þú setur 3 í röð þegar liðið virðist vera að gera á vegg. Já, ég meina það er bara komandi kafli sem einhver ert að stíga upp og ég tók bara að mér í þessu leik og það bara gekk upp og það er bara frábært, ég er mjög stoltur af því. Þetta virðist vera falla með ykkur, komið 15-9 yfir í fyrri hálfleik en svo mæta þeir mjög ákveðandi seinni hálfleiks. Hvað er það sem veldur því að þið missið niður forskottum? Ég veit ekki, við vissum það að þeir myndu koma brjálæði til leiks og við erum alltaf líka. Það er bæði lið að berjast fyrir lífið sínu deildinni og ég held bara að við hefum haldið að við væri með þá og gáum bara full mikið eftir en svo þegar þeir voru byrjar að minnka þetta niður og hann fór við að gefa það síðan en þetta var bara jafn og spennandi leikur en allar tíma hos mér. Það er ekki að dotta í hvort meginn sem er en því miður, það er gott fyrir okkur þetta datt hérna hjá okkur, fá 2 stig og það er bara frábært. Þið lendir náttúrulega í því að vera 1 mark undir þarna þegar 2 mínútur eftir en þeir skoru svo 2 síðustu mörkin. Það sýnir náttúrulega gríðarlega segl og karakter í þessu liði. Já, ég meina við erum líka búin að spila svo marga leiki í vetur sem við erum búin að vera að tapa með 1 skilu og nú er bara komið að því að við myndum vinna með 1 í svona spennuleik og það er bara frábært og þetta er bara það sem við þurfum. Við erum á góðri siglingu og við erum búin að vinna FA og Akureyri samfærandi þannig að þetta er bara glæsilegt, ég er mjög stoltur og þakka Árið kærlega fyrir, þetta er bara frábær stuðningur, þetta er bara geðvikt. Og nú erum við náttúrulega búin að setja þetta þannig upp að þið Fram heimavelli næst, sigur þar og 7. sætið er ykkar. Já, ég meina það verður bara enn annar úrslitaleikurinn og það verður alltaf undir þeim leik, það er bara þannig. Þannig í páskum. Já, mjög eðlilegt. Takk fyrir. Já, við ætlum að hvort að Patrekur sé klár í smá spjall. Það er erfitt að tjá sig eftir svona. Ef þú horfir á þetta síðustu sókn þegar þið dæma þetta á okkur. Það var lykilsókn í leiknum og það var bara staðráðin í að flauta þetta í hináttina. Og sást alveg greinilega og hlægilegt. Engin ruðningur? Nei, engin ruðningur. Þú getur hort á þetta. Er það rétt hjá mér að þetta hafi verið fyrstu ruðningur sem dæmdur í leiknum? Nei, ég veit það ekki. Það er bara skeinsög gegn hjá þeim og þú veist að þetta er bara óþolandi. Síðan er þetta ekkert gert í þessu og ég menn hvað er að láta þessu menn á þennan leik? Hvaðan koma þessi menn? En þetta er ekki besta dómar på landsins? Hvaðan koma þeir? KR. Já, Grótta KR, var það ekki saman eða? Þetta er ekkert tjáðum leiki, Patrekur? Jú, virkilega ánægð með mína menn. Og þeir lögðu sig og gerðu allt sem þeir gátu. Það var bara greinilega ekki hægt í dag. Nei. Þeir stóðu sig eins og hetjur og hérna... Frábær seinni hálfleikur. Já, ég meina bara gífurlega karakter og hérna...
Við fengið sanngjarna dómgæslu og unnið þennan leik, áttum að vinna þennan leik, það sáðu allir og gott að þið tókuð hann upp. En nú eru þið komnir í ferlega erfiða stöðu 3 stigum eftir grótunni. Já, ekki spurning, en það er ennþá 2 leikir eftir og við munum gera allt til þess að þetta bara er óþolandi og mjög svekkjandi og það sást bara líka hvernig þeir öktu. Yfirleitt eru þessi dómarar mjög cool, þeir voru mjög ólíkir sjálfur sér þetta og greinilega mjög óþægileg stöðu að dæma þennan leik. Takk fyrir. Já, sögð á Patriki Jóhannesinni. Skemmtilegt að fá viðtalið svona, menn eru virkilega heitir. Við sáum Gróttu vinna 26-27 hér á Seltjarnarnesinu. Grótta komið í 14 stig, 11 stig sem Stjarnan og Framur í. Þannig að Grótta komin í frábæra stöðu. Ég þakka Magnúsi Agnari kærlega fyrir áhugaverða lýsingu með mér. Guðmundur Marin og Sport TV þakka fyrir sig, verið sæl. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Hogan! It's Daddy! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Calm down. I am calm. Real taste, zero sugar. It's possible. Þetta Kanin. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hiti á kananum. Langbesta tónlistin. Fréttir og